Gott kvöld og velkomin í Kompás. Dýrasta framkvæmd Íslandssögunnar, olíuhreinsistöð vestur á fjörðum, í burðarliðnum þó að enginn viti enn hver standi á bak við áformin. Umhverfisverndarsjónarmið hafa verið í umræðunni, en Kompás aflaði sér upplýsinga í Rússlandi, Bandaríkjunum og víðar viðskiptasamhengi þessara risastóru framkvæmdar. Það ekki að undra að Vestfirðingar fái ofbirtu í augun yfir 300 milljarða króna risaframkvæmd og 500 nýjum störfum. Aðrir hafa meiri áhyggjur af árlegri umferð 200-300 olíuskipa inn á þröngu fjörðum. Umhverfisverndarsjónarmið eru veginn á móti hörmulegu atvinnuástandi vestra. Vestfjörðum að blæða út. Það hefur fjarað undan atvinnulífinu og fólki flyttu burt. Þrátt fyrir að aðflutt vinnuafl hafa einhverju leyti komið í stað þeirra sem hafa yfirgefið húsin sín hefur íbúunum stórlega fækkað og blóðtakan mikil. Á tæpum 30 árum hefur fækkað meira en fjórðung. Á þessu tímabili hafa náttúruhamfarir leikið Vestfirðinga illa, atvinnufyrirtækjan hafa lagt upp laupana og sumir vilja telja kvótakerfið og framsal aflaheimilda til hörmunga yfir vestfirskt atvinnulíf. Vestfirðingar voru 10.000 árið 1980 en eru 7.300 í dag. Þegar hvergi glitti í vonarglætu kemur fyrirtækið Íslenskur hátækniiðnaður með tillögu að reisa olíuhreinsistöð vestra sem myndi tryggja að minnsta kosti 500 störf. Þetta því dýrasta framkvæmd Íslandssögunnar, dýrari en álver Alcoa og Kárahnjúkavirkjun. Heildarkostnaðurinn yrði hátt í 300 milljarðar króna. En það var enginn að vita hver á að snara á þessu fé og í raun eiga og reka stöðina. Össur Skarphéðinsson iðnaðar- og byggðamálaráðherra hefur ekki hugmynd það eins og framkom í svari hans við fyrirspurn Álfheiðar Ingadóttur á þingi. Össur gaf Kompási ekki kost á viðtali vegna þessa máls. Umhverfisráðherra veit heldur ekki hver að baki hugmyndinni. Ég vænti þess að sveitarstjórnarmenn fyrir vestan til dæmis viti eitthvað það eiginlega bara hlýtur að vera. Nei, ég veit ekki hverjir að standa baki en ég nokkuð viss það að eftir mínum upplýsingum að það eru aðilar sem eru traustir. Ég segi því fyrr sem við fáum að vita því betra hverjir munu standa þarna bakvið. Ég vil fara að fá að vita sem allra fyrst. Það alvanalegt í viðskiptalífinu meðan að málið á mótunarstigi að aðilar sem ætla sér að koma inn í stórverkefni að þeir vilja halda nafn leynd meðan að sú mótun á sér stað. Sagt að þetta séu traustir, rússneskir og bandarískir aðilar. Hráefni verður rússnesk olía frá Tíman Pekora-svæðinu í norðvesturhluta Rússlands. Rússneska fyrirtækið Lukoil og bandaríski olíurisinn ConocoPhillips hafa sammælst að vinna olíu á þessu svæði, en félögin tengjast eignaböndum og að líkindum fyrirhugaðri olíuhreinsistöð á Íslandi eins og síðar verður komið að. Valdakjarni í kringum Pútín hefur töflin og haldirnar í rússneskum olíuiðnaði. Svarta gullið, olían, vöðvaaflið sem óspart beitt gegn nágrannaríkjum og Evrópu allri. Viðskiptasiðferðið hjá rússneskum olíubaronum ekki alltaf talið standast vestræn viðmið. Á heimasíðu samstarfsaðila Íslenska hátækniiðnaðar fullyrt að 80% Vestfirðinga séu mjög hlynnt olíuhreinsistöðinni og það vitnað til Gallup-könnunar. Þarna býsna frjálslega farið með því samkvæmt upplýsingum frá Capacent Gallup eru 53% íbúa í norðvesturkjördæmi hlynnt hugmyndinni. Afgangurinn tekur ekki afstöðu eða andvígur og það finnast sveitarstjórnarmenn vestra í þeim hópi. Og mér hugnast það engan veginn að hleypa þessum aðilum inn í okkar viðskiptalíf með þessum hætti því hvað sjáum við fyrir endan á því? Við sjáum alveg hvað hefur gerst, hvernig þetta virkar og hvað verið að gerast. Þetta er ekki sérstaklega þróuð viðskipti. Bæjarstjórinn á Ísafirði tók þátt í að móta stefnu stóriðjulausa Vestfirði en hefur nú kúvent. Þetta algjör kúvending og ég skal fyrstur manna viðurkenna það. En hún kemur til af algjörri nauðsyn að mínu mati. Það ekki hægt að hafna fyrirfram hugmyndum 500 manna vinnustaf á svæði þar sem að sennilega hafa tapast 500 störf bara á síðustu 10 árum. Það bendir ekkert til þess að sé neitt annað á döfunni. Við höfum heyrt það að þegar kom eitthvað annað, en við heyrum ekkert hvað þetta annað og það viljum við fá að sjá. Hver sá sem í þeirri stöðu að vera bæjarfulltrúi eða bæjarstjóri í samfélagi sem hefur hnignað sökum þess að störf hafa horfið,
og fólki fækkað að hann eða hún geti ekki sagt nei fyrirfram við svona hugmynd. Olíuhreinsistöðin fyrirhugaða myndi afkasta 8 milljónum tonna af hráolíu á ári. Hún því svipuð að stærð og þessi stöð í Mongstad nærri Bergen í Noregi. Olíuhreinsun að grunni til einföld vinnsla, olían soðin eða eimuð. Svona stöðvar samastanda af leiðsluvirkjum, eimingastöðum og tönkum. Fyrirhuguð olíuhreinsistöð fyrir vestan á að þekja 130 hektara lands. Þetta 15 sinnum stærra en svæðið sem nú fer undir olíubirgðastöð í Örfirisey og jafngildir öllu flugvallarsvæðinu innan girðingar í Vatnsmýrinni. 2 staðir nú til athugunar fyrir þessa stöð fyrir vestan. Jörðin Sandar inn í þröngum Dýrafirði en jörðin skammt frá Þingeyri. Á milli Sanda og Þingeyrar Sandfell og jörðin tilheyrir Ísafjarðarbæ. Hinn mögulegi staðurinn jörðin Hvesta í Arnarfirði en næsta þéttbýli Bíldudalur og svo Tálknafjörður handan Tunguheiðar. Hvesta tilheyrir Vesturbyggð en þar stjórnstöðin á Patreksfirði. Þessum rekstri myndi fylgja veruleg losun gróðurhúsalofttegunda. Ríflega 500.000 tonna af koltvíildi á ári segja talsmenn hennar en andstæðingar segja þá tölu hærri en losunin að miklu leyti háð því hvort til dæmis verið að framleiða díselolíu eða bensín í stöðinni en það hefur ekki verið upplýst. En hver sem talan myndi olíuhreinsistöðin gera að engu áform stjórnvalda að draga stórfellt úr losun gróðurhúsalofttegunda á komandi árum. Á Íslandi hefur ríkisstjórnin sett sér það markmið að draga úr losuninni 50–75% fyrir 2050. Það þýðir að við þurfum að minnka losunina í öllum atvinnugreinum, öllum geirum samfélagsins, frá samgöngum, frá skipum, í landbúnaði og þar fram eftir göttunum. Og eftir því verða menn að vinna. Vestfirðir sem slíkir, að það eins og mikið hrófla við þeim. Við sjáum Helguvík, við sjáum Bakka. Hvar allar raddirnar þar sem eru svona harða gagnvart okkur? Ég sé ekki þó að við fórnum einum dal upp á 130–50 hektara að það eigi að vera svona agalegt eins og menn að gefa í skinn. Mér finnst alveg fráleitt að ætla að strika yfir tiltekna nýja atvinnugrein, þannig að ræða útflutningsatvinnugrein, þannig að ræða fyrirtæki í eina landsfjórðunum þar sem ekki hefur verið hagvöxtur og alveg ljóst að þetta þjóðhagslega mjög hagkvæmt að fá þetta inn í landi. Það auðvitað að verða ýmsar tækniframfarir og það að verða að vinna að þróun aðferða til þess að binda koltvísýring. Tækniframfarirnar að verða, þannig að við skulum alls ekki útiloka að eftir 4–5 ár að þá verði komnar leiðir til þess að ráða við þetta vandamál. Vestfirðingar sem að hafa með miklum meirihluta látið í ljós áhuga á þetta fyrirtæki rísi eiga að gjalda einhverja slíkar stefnu, það held ég sé ekki sanngjarnt. Bæjarstjórinn í Bolungarvík telur ekki einu sinni komið að því að ræða umhverfismálin í tengslu við þessa framkvæmd. Þessi umræða kemur að mínum mati síðar. Ef að þetta væri eitthvað svona viti að mínum mati, þetta væri fyrirtæki sem ég vissi hvað þá get ég fara að taka þessa umhverfisumræðu. Mér finnst við ekki einu komin þangað. Það kemur einhver skyndilausn og við vitum ekki hvað hún kemur, við vitum ekki hverju standa á bak við hana. Við vorum búin að taka ákveðna stefnu en síðan bara við fyrsta henduleika þegar kom einhver nýja skoðun að þá gengum við bara út úr því sambandi. Þá ákveðum við, nú ætlum við að skipta klár. Við erum miðri á, en það bara miklu skemmtilegra að fara á annan klár. Og það var ekki byrjað að reyna á þetta. Nokkrir sveitarstjórnarmenn að vestan fóru til Þýskalands og skoðuðu þar nýlega olíuhreinsistöð og komu með þau skilaboð í farteskjum tilbaka að þetta væri hinn snyrtilegasti iðnaður. Það bara lá við að maður þurfti að fara á skónum inn á þessu svæði. Þetta var mjög snyrtilegt, þú sérð enga mengun einstæðar, þarna voru gróður, runnar, blóm inn á svæðinu og þarna, ég hugsaði að þetta gæti hentað okkur og ég hef nú sagt að ég er nú alveg viss það að ef að Jón Sigurðsson forseti stæði á hlaðinu á Hrafnseyri og sæi að það væri eitthvað að gerast. Hann var framfara sinnaður einstaklingur sem að allir vita. Hann myndi gleðjast yfir því að það væri einhver hreyfing á. Jón forseti gæti líka skoða skipin af hlaðinu því olíuhreinsistöðinni myndi fylgja veruleg umferð risaolíuskipa. Miðað við 80.000 lesta hráolíutankskip
eru þau 100 talsins á ári og ætla má að minni skip myndu vera í enn tíðari siglingum með afurðirnar á markað. 200-300 skip á ári væru því á ferðinni meðfram Vestfjörðum og inn á firðinum. Náttúruverndarsinninn Ómar Ragnarsson hefði gert stuttmynd þessi áform. Hann fór meðal annars til Noregs til að afla efnis og segir menn þar óttast mest umferð olíuskipa. Eitt olíuslys við Vestfirði eins og Exxon Valdez, þá ertu bara með 3 stærstu fuglabjörg Evrópu undir. Straumarnir liggja meðfram Vestfjörðum, þannig að slys við Látrabjarga, það eru bara allir firðirnir norður úr og austur á Húnaflóa. Og menn eru tilbúin að taka þessa áhættu. Og við vitum í Alaska að eftir 20 ára þá er þetta hvergi nærri búið að jafna sig hvorki í ánum né í sjónum. Þótt norsku firðirnir taki Vestfjörðum fram að stærð og fjölbreytni, finnast einstök fyrirbæri á heimsvísu á Vestfjörðum. Þar eru 3 stærstu fuglabjörg Evrópu og 1 þeirra Látrabjarg. Liggur að Breiðafirði, sem er eyjum sínum á ströndum, er efni í friðland eða þjóðgarð. Þótt fuglarnir séu milljónum saman upp í vestfisku fuglabjörgunum, þá samsvara þessi fuglabjörg aðeins íbúðablokkum. Öll fæðuöflunin fer fram á og í sjónum. Þar eru fuglabreiður og ótrúlegur fjöldi syndandi í kafi. Og þá er spurningin, hverjar eru afleiðingar stórs olíuslys? Lögmál Murphy segir, ef eitthvað getur farið úrskeiðis, þá mun það gera það. Og það veit það enginn hér að í júlí, 20. júlí 2005, að þá var stórt olíuskip sem rakst á ísjaka norður af Íslandi og það átti engin ís að vera samkvæmt gervitunglamyndum. Og því var laumað til Hafnarfjarðar að reynda að gera við þetta í bráðabirgða og farið með það út. Þetta getur gerst hvenær sem er og mér finnst mér ólíkindum að ætla að fórna Vestfjörðum fyrir þessa miklu áhættu. Skipin sem verið að tala þau hafa öll tvöfaldan byrðing. Þau eru styrkt sérstaklega til siglinga í ís enda koma þau af ísslóðum. Nú, menn hafa vitneskju það gífurlega magn af olíu sem verið að flytja heimshöfin á hverjum einasta degi án þess að sögum fari af óhöppum. Með stöðinni kæmu 3 öflugir dráttarbátar til þess að annast örugga afgreiðslu skipana, en þeir eru þá líka til taks ef þyrfti að draga einhver önnur skip sem eru hér í grennd við landi í erfiðleikum. Já, þetta er rosalega gott að setja bara svona hreinsistöðir í miðborg Reykjavíkur og þá fáum við besta slökkvilið í nokkru höfuðborg í heimi. Eða eins og við vorum að blogga í dag að það eru bara að gera menga meira við Þingvallavatn. Það eru hvort svo mikil mengun í sumarbústaðnum og kannski ættum við bara að menga sem mestar. Þá fengjum við rosalega góða mengunarvarnir og mikið að gera við það, störf. Þessi hugsunarháttur er mér algjörlega framandi. Ég verð bara að segja það. Hér handan auglýsinga, vafasamir viðskiptahættir og valdapólitík í rússneska olíuheiminum hjá fyrirtækjum með tengslið Ísland. Grænaljósi kynnir Kvikmyndaveislan Bíódagar Grænaljósins í regnboganum frá 11. apríl. 12 magnaðar gæða kvikmyndir frá öllum heimshornum. Sjáðu þær allar. Dagskrá og miðasala á miðið.is. Grænaljósið og regnboginn. Góð saman. Ég vil að sjálfur hreinu, þetta blað hefur engan mann myrt. Pressa, spilltir stjórnmálamenn, mannskvörf, manndráp, sjálfsmorð, einelti og kaffivélin biluð. Skildu eign inn á hvert heimili. Pressa er komin á DFD. The wheels on the car go round and round, round and round, round and round. The wheels on the car go round and round all through the town. The hill descent control goes down nice and slow, nice and slow. The hill descent control goes nice and slow all through the town. Einbeittu þér að lífinu. Veldu Volvo XC70. Brimborg, öruggur staður til að vera á. Hugmyndum olíuhreinsustöð á Íslandi er ekki ný af nálinni og síðast var þessi kostur kannaður fyrir rúmum áratug í samstarfi við fyrirtækið MDSAs. Það félag var að hluta í eigu rússneska olíurisans Lukoil og kom við sögu í málaferlum sem þóttu opinbera vafasama viðskiptahætti. MDSAs er forverið þess fyrirtæki sem kemur að málum vestur á fjörðum nú og eru sömu menn við stjórnvölinn.
Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum fól Finnur Ingólfsson þáverandi iðnaðarráðherra ráðgjafa í Bandaríkjunum að kanna áhuga fjárfesta þar. Það var haft samband við fjölda olíuhreinsinstöðva og Lehman Brothers sem þekkt var að því að hafa fjármagnað svona framkvæmdir. Það reyndist áhugi fyrir hendi, segir í skjölum frá ráðgjafanum, svo fremur sem hráefnið væri tryggt. Ólafur Egilsson sem þá var sendiherra en nú á eftirlaunum var settur í málið og kannaði hug Rússa. Fram kemur í gögnum frá ráðgjafa utanríkisráðuneytisins að 2 rússnesk félög, Gazprom Neft og Lukoil, væru helst í myndinni en þessi félög hafa yfirráð yfir drjúgum hluta af olíuforða Rússa og raunar heimsins alls. Hugmyndin var endalega ítt út af borðinu þegar menn ákváðu að stóla frekar á álver í Reyðarfirði og Kárahnjúkavirkjun. Það erlenda fyrirtæki sem kom þá að þessu könnunarverkefni fyrir áratug var MD Seis. Það var sagt rússneskt amerískt með skráðar höfuðstöðvar í Texas. Sá sem sá verkið fyrir MD Seis var maðuranafni Boris Levin. Þetta fyrirtæki, MD Seis, kom við sögu í einstökum uppljóstrunum innviði rússneskra olíuhagsmuna sem birtust í dómsmálum í Bretlandi. Dómsmálum var rekja til skyndir dauða eins af æðstu mönnum olíurissans Lukoil, Vitali Schmidt, sem lést skyndilega í ágúst 1997. Sonur Vitali Schmidt hélt í fram að æðstu stjórnendur Lukoil hefðu látið peninga flæða inn á einkareikninga í skattaparadís á einni mön í Írlandshafi og vildi sonurinn aðgangað hlut föðurins. Það tóku við áralöng málaferli sem gáfu fágæta innsýn í það hvernig kaupin gerðust á eyrinni hjá rússneska olíurissanum Lukoil. Glenn Simpson, verðlaunaður blaðamaður hjá Wall Street Journal, ritaði grein þessi málaferli en Simpson hefur lagt sig eftir því að rita spillingu í alþjóðlegu fjármálaumhverfi. It was a very complex arrangement which appeared to be designed to shift some of the income from Lukoil into these tax havens in a way that was very obscure. Many of these offshore companies that were receiving some of Lukoil's income appear to have been controlled personally by some of the Lukoil executives, including Mr. Schmidt. We don't know the total amount that appears to have been diverted, but the amounts at issue in the court battles exceed hundreds of millions of dollars. Þessi tilflutningar og eigum úr sjóðum Lukoil inn á einkareikninga æðstu stjórnenda fyrirtækisins stangast að öllu líkindum á við lög, segir Simpson, að minnsta kosti vestræn lög. Under the accounting rules and laws of the United States and also Western Europe, diversion of corporate assets into the personal holding companies of corporate executives would be deemed to be improper and illicit, possibly even criminal. Fyrirtækið MD Seis sem kom að Íslandsverkefninu fyrir áratug var í lykil stöðu í þessum einkennilegu og vafasömu tilfæringum, segir Simpson. This was one of the firms that was receiving a large amount of business from Lukoil and other Russian companies to do seismological work, but the ownership of MD Seis was unclear, and it appears from some records that it was controlled by Lukoil executives rather than by an ordinary slate of corporate owners. MD Seis var í eigu Lukoil að hluta til að minnstakosti. Heimildum það grafin í lítilli tilkynningu frá samstarfsfyrirtæki MD Seis til kauphallar í Bandaríkjunum. MD Seis þar sagt í eigu nokkura einstaklinga og risafyrirtækisins Lukoil. Það ásakanir sem beindust að stjórnendum Lukoil í Moskvu, sem þeir hafa vísað á bug, voru að hafa notað sér fyrirtæki eignarhaldsfélög og sjóði í skattaparadís á mön til þess að skara eldað eigin köku, mjólkað reikninga Lukoil. Fyrirtækið MD Seis í Houston í Texas var notað í þessa fléttu samkvæmt því sem fram kom. Meðal annars notaði MD Seis bankareikninga dótturfyrirtæki síns í Panama til þess að koma fjármunum til æðstu stjórnenda Lukoil. Panama útibúið borgaði digra kreditkortareikninga þeirra í gegnum banka í Vín í Austurríki. Kreditkortin dekkuðu meðal annars einkaneyslu, lúxusferðalög og skólagjöld barna æðstu stjórnenda Lukoil. Á þessum tíma eða fyrir 10 árum var MD Seis í samstarfi við utanríkisráðuneytið að meta kosti þess að reisa olíuhreinsinstöð á Íslandi. Simpson telur að vísbendingar séu að Lukoil hafi ekki látið af þessum viðskiptaháttum.
Their filings are not transparent. It's a very opaque company. However, there are indications based on the limited disclosures that they have made that Lukoil continues to have extensive dealings with companies that are controlled by Lukoil executives, in particular Vagit Alekperov, the chairman and chief executive. Víkur þá sögunum til nútímans og áforma íslensks hátækniiðnaðar að reisa olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum. Samstarfsaðili íslensk hátækniiðnaðar sagt vera fyrirtækið Katamag Nafta með aðsetur á Írlandi. Katamag Nafta dótturfyrirtæki samnefnds fyrirtækis í Moskvu, þar sem það hluti af Geostream Service Group. En írska dótturfyrirtækið ekki sérlega burðugt miðað við síðustu ársskýrslu sem skilað var til írskra yfirvalda og Kompás aflaði sér. Innborgað hlutafé nemur 1.000 evrum, 115.000 íslenskum krónum. Það telst vart mikið fyrir fyrirtæki sem ætla sér hlut í 300 miljardar króna framkvæmd. Írska fyrirtæki hefur ekki skrifstofu, ekki síma, þetta skúpufyrirtæki. Og meira af Katamag Nafta í Moskvu. Fyrirtækið afsprengi MD6 fyrirtækisins. Það sama fyrirtækis og kannaði möguleikana á olíuhreinsunarstöð á Íslandi fyrir áratug og tók þátt í vafasömu millifærslum til æðstu stjórnenda Lukoil á árum áður, samkvæmt því sem framkom í fyrrnefndum málaferlum. Núverandi hugmyndir olíuhreinsunarstöð á Íslandi í gegnum írskt milligöngufyrirtæki að mati Glenn Simpson kunnulegt stef. This is not something that I came across in the course of my research, but it does fit into the overall picture of what's going on with the corporate shell game and Lukoil. Ireland in particular has been a very important offshore venue for many of the offshore companies that are affiliated with Lukoil but don't seem to actually be owned by Lukoil. Many of the key companies in these lawsuits had some sort of affiliation with Ireland, whether it was a registration there or some of the directors were based there. So yes, there are parallels to the companies that were involved in the litigation over the alleged diversion of assets. Boris Levin sá hinn samu og var á Íslandi fyrir 10 árum í umboði MD6 í forsvari fyrir Katamag Nafta og Geostream. Hvorki hann eða aðri hjá Katamag Nafta né Geostream vildu veita blaðamann á vegum Kompás í Moskvu viðtal. Rafael Barón, stjórnandi Íslandsverkefnis Katamag Nafta, sagði rússneska Kompásblaðamannunum að eftir að hafa ráðfært sig við samstarfsaðil á Íslandi hefði verið metið að vanþekking íslenskra fjölmiðlamanna væri slík að réttast væri að hafna viðtalinu. Nú varst þú í samskiptu við MD6 fyrir 10 árum síðan til að athuga þessa kosti þá sem embættismaður á vegum utanríkisráðuneytisins. Ekki MD6 forveri Katamag Nafta og þar með tengt félag? Mér skilst að MD6 starfi ekki lengur af einhverjum ástæðum sem að skipta okkur ekki máli að þá hafi orðið sú breyting. En Katamag Nafta það félag sem að þeir óskuðu að samskiptin við okkur færi í gegnum og við höfum ekkert við það að tuga. Þetta ekki sömu aðilar reynd? Þetta eru sömu aðilar sem að við eigum samskiptin við og var að ræða fyrir 10 árum. Kemur Lukoil eða stjórnendur þess fyrirtækis eða aðilar sem að tengjast þessu stórfyrirtæki einhvern átt nærri þessum áformum? Nú ekki hægt að segja til það hvaða félög nákvæmlega verði þáttakendur í þessu. En að því þú minnist á Lukoil að þá vert að hafa í huga að þessi stóru olíufélög, þau eru orðin núna mun alþjóðlegri heldur en áður var. Til dæmis 20% eignarhlutur í Lukoil í höndum ConocoPhillips sem eitt af stóru vestrænu félögunum. Ertu að segja að ConocoPhillips í Bandaríkjunum og Lukoil séu þessi aðilar sem ræðir? Ég ekki að segja neitt þetta, Kristinn Hrafnsson. Með því að reisa olíuhreinsunarstöð á Íslandi eru rússneskir olíurisar að kaupa sér markaðsstöðu og jákvæða ímynd, segja sérfræðingar. Það veitir ef til ekki af enda rússaolían valdatæki í höndum stjórnvalda sem beitt gagnvart nágrannaríkjunum. Hér á Íslandi liggur ákvörðun olíustöðina hjá vestfirskum sveitarstjórnarmönnum sem virðast lítið hugsa alþjóðlega olíuhagsmuni og heimsvalda pólitík. Sérfræðingar sem Kompás ráðfæri sig við í Rússlandi telja að einungis komi 2 risaolíufyrirtæki til greina sem raunverulegir aðilar að verkefninu á Vestfjörðum.
Gazpromneft og Lukoil. Bæði voru áhugasöfum Íslandsverkefnið fyrir áratug. Á það bent að Gazpromneft sé með áformum að byggja olíuhreinsunarstöðvar annar staðar. Böndin byrjast í flestir Lukoil, sem hefur meðal annars fjárfest í bensínstöðvakeðjum í Evrópu og Bandaríkjunum. Vagit Alekperov forstjóri Lukoil á hátt í 20% í félaginu og innundir hjá valdsmönnum í Kreml. Putin forseti klippti á borðana þegar Lukoil opnaði bensínstöðvar sínar í New York. Olíuhreinsunarstöð á Íslandi smellur vel að framtíðarhagsmunum Lukoil. Ну и Лукойл, поскольку это в принципе стратегия Лукойла развивать бизнес именно за рубежом, потому что в принципе Лукойл частная компания, и в России возможности для развития у них относительно государственных компаний становится все меньше. Ну и в принципе это давняя уже стратегия Лукойла. Вот плюс сообщение о том, что Лукойл рассматривает возможность по покупке или строительству нефтеперерабатывающего завода в той или иной стране, возникает довольно-таки регулярно. То есть каждые 3-4 месяца или полгода можно услышать, что Лукойл рассматривает вариант покупки или строительства НПЗ в Америке, где-нибудь в Европе. Поэтому вот, почему бы на этот раз не в Исландии? Það eftir nokkra slægjast að fjárfesta í fullvinnslu í olíuiðnaðinum nærri vestrænum mörkuðum. Of course, to improve and to increase to improve the economy, we should pay more attention to the second part, to the downstream. That's why both in country and abroad, our state-owned company and independent oil companies, Lukoil for example, investing into the infrastructure, refineries, gas station networks. We're trying to go down to the final consumer, which is more profitable for the company, which is more profitable for economy. And I believe it's a very, very right and proper direction to go, which the country is very aggressive about. Olíusérfræðingurinn Oksana segir að með því að reisa olíuhreinsunarstöð á Íslandi séu rússneskir aðilar að kaupa sér ímynd og góða stöðu gagnvart smásölumarkaði í Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum. Ну и плюс приобретение активов за рубежов – это как бы дополнительные плюсы имиджа компании, то есть что ее допускают для работы не только на российском рынке, но и у них есть активы где-то на Западе, это что, соответственно, сказывается на росте капитализации компании. Исландия, в частности, представляет собой довольно-таки идеальное место для расположения завода с точки зрения поставок, потому что это дает возможность поставлять нефтепродукты с этого завода на экспорт как в Америку, так и в Европу. И, соответственно, выбирать рынок, где более выгодные цены. Olíu- og gasiðnaðurinn í Rússlandi hefur tekið stakkaskiptum á skömmum tíma. Eftir hrun Sovétríkjanna reið yfir einkavæðingaralda og nokkrir einstaklingar náðu að sölsa undir sig gríðarlegu verðmætum. Í tíð Pútíns hefur verið snúið aftur til ríkisvæðingar í olíugeiranum. Lukoil áfram í einkaeigu og forstjórinn Vagit Alekperov, einn ríkasti maður Rússlands, innundir hjá Pútín og það skiptir sköpum. Khodorkovsky, aðalegandi Yukos olíufyrirtækisins, makkaði ekki rétt og var saksóttur og dæmdur í 9 ára fangelsi fyrir skattamisferli. Yukos var leyst upp og eigurnar gleyptar af ríkisfyrirtækjum í greininni. Ógagnsæi þessum viðskiptaheim meira en menn eiga venjast hjá fyrirtækjum á skráðum vestrænum mörkuðum. The big Russian oil companies are very opaque. It's very unclear who their true owners are, what their relationship is to the Russian state and to the Kremlin. It's very unclear what their policies are, what their assets are, and also what their involvement is in various jurisdictions throughout Europe, Asia, and even the United States. Some of the transactions that are engaged in by Russian oil companies certainly would cause them to come under scrutiny in the United States and other jurisdictions. Svartagullið olían mátturinn eða vöðvarnir sem Pútín hefur hnyklað gagnvart nágrannaríkjum. Það var til dæmis skrúað fyrir olíu til Úkraínu, hreinir viðskiptahagsmunir, segir Ólafur Egilsson. Þeir Úkraínumenn höfðu fengið keypta olíu á miklu lægra verði heldur en heimsmarkaðsverði vegna náinna samskipta við Rússland. Þessu vildu Rússar breyta eftir að samskiptin urðu minni. Það hafði safnast upp í öðru lagi mikla skuldir Úkraínu við Rússa sem við tregðuðust við að borga
þeir voru að þrýsta á þá að borga þessar skuldir. Í þriðja lagi þá vitað að mikið af olíu hefur horfið úr leiðslunum sem hafa legið til Vestur-Evrópu gegnum Úkraínu. Þannig að það eru ríkulegar ástæður alveg óháð pólitískum þrýstingi fyrir því sem gerðist í samskiptum Rússlands og Úkraínu þessu sviði. En það eru aldeilis ekki hrein viðskiptasjónarmið sem ráða ferðinni í olíu- og gaspólitíku Rússa, segir í skýrslu rannsóknarnefndar Bandaríkjaþings. Úkrænudæmið er ekki það eina. Moldóva er orkuháð Kremlarherrum og hefur fengið yfir sig verðhækkanir. Georgía hefur refsað með verðhækkunum fyrir að halla sér að Vestur-Evrópu. Eistar og Litáar hafa þurft að þola að skrúfa verð fyrir olíu í refsingaskinni. Niðurstaða nefndar Bandaríkjaþings er að völdin í olíu- og gasiðnaði í Rússlandi séu að færast í vaxandi mæli í hendur ríkisvaldsins. Á sama tíma er ríkisvaldið, þar sem fyrrverandi KGB-menn leika lykilhlutverk, að sýna af sér aukna einræðistilburði. And I believe we play out this card, but we should not play the muscles too much. We should follow we're trying to build up the image as a long-term 20, 30, 50 years partner. How does it taken by international society? Did we manage to build up such image or not? It's a big question mark. Сейчас основной пример влияния нефтегазовой отрасли на политику – это российско-украинский конфликт по поставкам газа. Одно из обострений началось. Украина сейчас готова вступить в НАТО. Соответственно, Россия будет поставлять ей газ по более высоким ценам. Í heilt ár hafa þessi áform olíuhreinsunarstöð á Íslandi grafið sig áfram þó að vitneskja sé takmörkuð og mennirnir á bakvið stóriðju áformin neiti að stíga fram í ljósið. Ríkisvaldið heldur sem mestu til hlés. Boltinn í þessum leik risjanna í alþjóðlegum olíuiðnaði er hjá almenningi og sveitarstjórnarmönnum vestur á hinum hrjáðu fjörðum. Mér finnst þetta slappur business. Ég vil sjá business þegar hann er sérstaklega, við erum að tala 200-300 milljarða, að þá komi menn bara grímulausir til leiks og segi þetta er allavega að gera, þetta hefur þetta í för með sér, það er ákveðin áhætta þessu, það er ákveðin kostir og þá erum við komin í alvöru viðskipti. Og ég hef ekki séð þetta gerast og þannig að ég verða að játa það. Mér finnst þetta dúbíus. Ég er ekkert inn í þessum valdaklíkum í Rússlandi eða neinu slíku. Ég held að það sem að þessir fjárfestar munu gera, sem mér skilst að munu bæði vera bandarískir og rússneskir, að það þeir munu taka ákvörðun það hvort að hér sé hagstætt að reka svona verksmiðju. Nú svo getur hugsanlega seinna mér tekið ákvörðun það hvort það er hér rekkana áfram eða ekki. Ég held að það sé nú kannski það sem við þurfum helst að óttast. Rússneski sendiherrann, hann bauð mér heim í kaffi og með skilaboð frá sínum stjórnvöldum að þeir styttu þetta mál og til að fullvissa mig það að þarna væri ekkert óhreint í pókahorninu. Og það var nú til að undirstrika það að það væri þetta væri traustir aðilar. Er það ábyrgðarleysi að hleypa þessar hugmynd svona langt án þess að þeir stígi fram á skugganum sem að raunverulega standa þetta baki? Í rauninni finnst mér það, já. Þannig að ég er ekki hræddur við það að þessa rússa grílu sem er verið að hamra á. Og ég hef að því miklar áhyggjur hvað gerist síðan þegar það kemur í ljós að það gengur ekki upp. Þannig að ég finnst ábyrgðarleysi. Ég sé ekki fyrir mér að slíkir aðilar færi eitthvað að hafa önnur áhrif á samfélagið heldur en þau gríðarlegu áhrif auðvitað sem svona fyrirtæki hefur. Bara vegna þess að þetta er stór vinnustaður, þetta hefur mikil veltuáhrif og svo framvegis. Netfang þáttarins er Kompás hjá stöð2.is. Kompás er lokið, góðar stundir.